Fellum ei niður þróttinn sterka, nefnist erindi Svanhvítar Helgu Jóhannsdóttur sem leiðsögumaður og fjallamennsku-kennari. Hún frá Svínafelli, hérna í Öræfunum. Og það má geta þess að Þorsteinn Jóhannsson, sem var minnst hér á fyrr, afi Svanhvítar, hann var verkstjóri hjá Vegagerðinni árabil og reikningshaldari sá ég líka skrifað einhvers staðar í bók. Gerðu svo vel, Svanhvít. Góðan daginn. Heyrið í mér, ef ég stend hér. Ég vona ég sjáist líka hér. Skildu allir ykkur að heyri mér. Já, góðan dag. Ég heiti Svanhvít Helga Jóhannsdóttir og bý í Svínafelli í Öræfum. Og mér langar einmitt að opna erindið á einu ljóði eftir afa minn, heitinn Þorsteinn Jóhannsson. Og það verður ekki í síðasta sinn sem ég vitna í hans orð hér í dag. Þetta er betra svona. Ok. Hve oft var á bakkanum starað og staðið og við strauminn með kliffbera lest. Uns lagt var svo tíðum á tæpasta vaðið í trausti á Guð og sinn hest. Með heimillisbjörgina bundna upp á klakkinn sem beðið var eftir með þrá. Gegn flaumnum var barist þótt fryddi hnakkinn og föllunum varist uns heimalandsbakkinn við hófblökum hestanna lá. Á minni ævi hef ég margsinnis notið góðs af Skeiðarárbrú og framsýni þeirra sem stóðu að gerð hennar. En áður en ég tala út frá mínum veruleika ætla ég að fara aðeins aftur í fortíð til að varpa betra ljósi á afrekið sem bygging þessar brúar var á sínum tíma. Ég ætla að lesa fyrir ykkur lýsingu Þórbergs Þórðarsonar á Skeiðará til að gefa ykkur ljóslifandi mynd af þessari alræmdu á sem lengi vel ekki nokkrum manni datt í hug að hægt væri að brúa. Við förum aftur til ársins 1933 þegar hjónin Þórbergur og Margrét voru á leið til Reykjavíkur landveginn og fengu fylgd Runólfs Jónssonar í Svínafelli, Runólfs Bjarnasonar í Skaftafelli og póstsins sem ekki nafngreindur yfir Skeiðará. Það hafði rignt mikið þetta sumar og Þórbergur og Margrét biðu af sér rigningardaga í Svínafelli. Þórbergur spyr og tilvitnun hefst. Er ekki Skeiðará mikil? Jú, það er ansi mikið í henni. Ég leit til Margrétar. Ég vissi að ansi mikið á máli Öræfinga þýðir nokkurn veginn það sama og andskotans ósköp í málfari okkar hér í Reykjavík. Það er næs. Nú fór leiðin að styttast, við þögðum öll og þögn okkar féll öll til vesturs. Ég rauf þennan ógnandi hljóðleik með því að brýna ennþá einu sinni fyrir Margréti vatnabóðarinn. Þau voru 4. Haltu ekki fast í tauminn, stattu ekki í stóðanum, haltu annarri hendi af öllu afli í faxið, ekki í hnakkinn, horfðu ekki niður í vatnið, heldur skaltu innblina út í sjóndeildarhringinn eða lómagnúb. Vasknýrin var þyngri og þyngri, hvert hóftak bar okkur nær og nær og áður en minnst varði voru við 5 veikburða manneskjur komnar fram á austurströnd hinnar miklu móðu. Ég þreif úrið upp úr vasa mínum, það vantaði 10 mínútur í 8. Haltu þið fast í faxið, stattu ekki, svo kafnaði allt sem á eftir kom í straumgnínum. Þetta var svo mikið fljót og það var eins og straumþungin hér væri af sterkari kynstofni en í öðrum vötnum sem við höfum riðið þetta rigningarsumar, en þau voru hartnar 30. Hér urðu samt engar vomur. Runólfur í Skaftafelli hleypti hestinum undir eins niður í kolmórautt straumkastið. Hvernig veit maðurinn að þetta sé fæst? Svo fóru þeir Runólfur í Svínafelli og pósturinn með Margréti á milli sín. Ég lagði út í síðastur. Hestarnir óðu hægt og íhugandi og hölluðu sér lítið eitt á strauminn. Vatnið var þó ekki nema upp á miðjar síður. Margrét hélt sér í faxið. Þetta gekk allt eins og í bestu sögu. Örstuttu vestar brunaði fram á leið okkar annað fljót, álíka strítt og vatnsmikið sem hið fyrra. Við mjökuðumst yfir það í sömu röð og áður. Vatnið var ívigrinnra. Þá tók við dálítil sandspilda og vestanmegin hennar
bak við fláandi malarbakka, beljaði áfram þriðja fljótið. Mikið vatnsfall og ófrýnilegt. Runólfur í Skaftafelli setti hestinn ennþá út í næstum beint af augum, svo Runólfur í Svínafelli og pósturinn með Margréti á milli sín og síðast ég. Hestarnir þverskáru straumbreiðuna sem braut á þeim ofanhalt við miðjar síður. Og eftir 40 til 50 hálfsvimandi augnablik höfðu við þessa ljótu móðu að baki okkar. Hestarnir frísuðu og ískalt jökulvatnið rann niður úr þeim. En nú sýndist Skeiðará líka vera búin. Framundan blasti við vatnslaus eyðimörk með Lómagnúp að baki og Skeiðarárjökull, leirgráan og sprunginn nokkra kílómetra burtu til hægri handar. Jæja, sjáum skinnið, sagði ég við sjálfan mig, þar sem ég lét hestinn ráða ferðinni í humátt og eftir samferðafólki mínu. Skeiðará er þá ekki eins stórkostlegt vatnsfall og maður hefur heyrt talað Mér virtist 6 dögum síðar að þessir 3 álar hefðu verið álíka vatnsmiklir og 3 markarfljót í rigningatíð. Við létum hestana skokka vestur sandinn og allir þögðu. Hvers vegna þegja allir? Það skyldi þó vera að Skeiðará sé búin. Eftir 2 mínútna reið tók að skráma fyrir augum mér sýn sem ég hef aldrei getað losnað við síðar. Upp fyrir gráa auröldu nokkurn spöl fyrir framan okkur glampaði í sólskininu á mórauða vatnshóla, Stróka og Boðaföll sem ýmist hófust eða duttu niður eða þeyttust hvítfissandi áfram á fleygisærð. Í þessari sýn sem stakk svo í stúf við dauða eyðimörkina var eitthvað ægilega trillt og dularfullt. Þegar við komum lítið eitt nær var þetta ekki ósvipað til að sjá endalausri þvögu af úlfaldalestum á þeysi hlaupum niður sandinn. Það skiptir svo að segja engum togum, við erum áður en minnst varir komin fram á bakka á vatnsbreiðu sem líkist meira hafi en nokkru vatnsfalli sem ég hafi áður séð. Mér hefur aldrei brugðið eins í brún. Þessi hafsjór er áreiðanlega engum fær, hugsaði ég ósjálfrátt upp aftur og aftur. Við hljótum að verða snúa við. Allt yfirborð þessara tröllauknu leirmóðu hafrastar þaut fram hjá okkur með flughraða, hófst hér og þar í háa bunka, féll svo niður í djúpa dali, vafði sig í hendingskasti í risavaxna ströngla sem byltust í hvítfissandi Boðaföll, hringsnerist í sogandi iðusveimi og skrúfaðist upp í Dríli og Stróka, en gnýrin af hamförum þessarar brimrastar var svo mikill að við áttum fullt í fangi með að heyra hvert til annars. Og þegar ég laut augunum kringum mig af vatnsfluginu, sýndist allt umhverfið snúast eins og voldugt karúsel. Hér hætti ég að vitna í Þórberg Þórðarson, en 2 tímum síðar höfðu þau komist yfir Skeiðará. Það hefur án efa verið þessum reynslumiklum leiðsögumönnum að þakka, sem af nauðsyn höfðu orðið sérfræðingar í að þræða skaftfellsku brotin. Mér hefur sjálfri ekki staðið á sama á hesti í Virkisá og í Skaftafellsá sem eru mun minni ár og get varla ímynda mér þá stillingu og áræðni sem til hefur þurft til að leggja af stað yfir Skeiðará þegar hún var svona vatnsmikil. En ég hvet fólk til að lesa grein Þórbergs vatnadaginn mikla í heild sinni á tímarit.is. En 41 ári síðar hafði tekist að byggja brú yfir Skeiðará og varnargarða sem héldu henni í skefjum. Og þetta umbreytti lífinu í sveitinni. Brúarsmíði í sveitinni var forsenda þess að hér gat blómstrað svo nútíma ferðaþjónusta sem nú er stærsta atvinnugrein svæðisins. Hún var forsenda þess að jöklarnir sem áður voru farartálmar, bæði í sjálfu sér og vegna ánna sem frá þeim streymdu, urðu aðdráttarafl og lifibrauð margra á svæðinu. En afrekið sem bygging Skeiðarárbrúar var er góð áminning að láta ekki það sem einhverjir telja ómögulegt vera ógert. Heldur að sjá tækifærin og ríða á vaðið. En með brúm og greiðari samgöngum stöndum við frammi fyrir öðrum áskorunum. Áskorunum sem fylgja umferð þeirra ótal ferðamanna sem leggja leið sinni hingað á ári, þurrum fótum, bæði íslenskra og erlendra,
að skoða þessa náttúru sem eitt sem krafði fólk svo harða lífsbaráttu. Og við sáum það skýrt í grafinu hjá Guðmundi áðan, hvað sú umferð hefur aukist. En hér skartar íslensk náttúra einu sínu fegusta og fjöldi þeirra sem koma til að njóta hennar stöðugt að aukast. Á vegunum sem nú eru of mjóir fyrir alla þessa umferð verða oftar en við myndum vilja alvarleg bílslys. Vont veður og færð skapa oft erfiðar aðstæður hér á svæðinu en raunveruleg ástæða alvarleika slysana sem hér verða fjarlægðin við sérhæfða aðstoð. Hjálpin svo lengi að berast að lífslíkur fólks sem lendir í alvarlegum slysum hér slóðir minni en þar sem sérhæfð aðstoð nær. Og á meðan beðið eftir heilbrigðisstarfsmönnum sem koma annaðhvort frá Klaustri eða Höfn, eru heimamenn í björgunarsveitinni Kára oft fyrst á vettvang í alvarlegum slysum. Því fylgir mikið andlegt álag að hlynna fólki sem mikið slasað og að horfa upp á fólk sem missir ástvini þegar áverkar eru þannig að okkar bjargir duga ekki. Á meðan við fögnum 50 ára afmæli Skeiðarárbrúar mikilvægt að horfa fram á veginn og íhuga næstu skref til að bæta samgöngur í Öræfum. Við getum litið svo á að breikkun vega og að koma á sérhæfðu, launuðu viðbragði sé okkar Skeiðarárbrú að byggja. Og rétt eins og þau sem komu að brúarvinnu hér áður fyrr, megum við ekki missa móðinn, heldur verðum að þora að kalla eftir framförum. Nafn þessa erindis tilvitnun í afa minn, Þorstein Jóhannsson, sem var vegaverkstjóri í Öræfum á þeim tíma þegar verið var að brúa Skeiðarársand. Hann orti: Hugsum því fagurt til framtíðarverka, fellum ei niður þróttinn sterka. Ég vil að við tökum þetta til okkar öll og höldum áfram að bæta samgöngur í Öræfum og gera þær öruggari. Við þurfum að breikka vegina til að veita meira svigrúm fyrir mistök, en ennþá brýnna að tryggja að hér sé sérhæft viðbragð sem bregst við slysum. Því þrátt fyrir að þjónustulund við ferðalanga eigi sér langa sögu í Öræfum, fjöldi ferðamanna nú orðinn slíkur að þessi þjónusta getur ekki hvílt á herðum sjálfboðaliða lengur. Fögnum þeim sigrum sem þegar hafa unnist og látum hugsjón og þrótt ekki niður falla. Takk.